Góðan daginn. Ég þarf að segja ykkur svolítið, ef þið eru ekki með mig á Snapchat, þið sem eru þarna og eru ekki með mig á Snapchat, ástæðan fyrir ég er ekki búinn að vídeoblogga núna seinustu daga er að ég er hérna inn á spítala, komið með svona í hendina og eitthvað svona dót. Ég þarf að útskýra fyrir ykkur ástæðuna af hverju ég er ekki búinn að vídeoblogga. Ég ætla að henda mig fyrst í sturtu, ég ætla að athuga hvort að þau eiga eitthvað til að raka mig og ég ætla svo að tala við ykkur. Bara vonandi að seinustu dagar séu búin að vera góðir hjá ykkur. Þeir eru búin að vera ágætir, því ég hef haft það betra. En ég tala við ykkur eftir örstund. Fyrir ykkur, bara haldið áfram að horfa. Ég ætla að henda mig sturtu fyrst. Herðu, þá er ég búin að fá að búa að taka fyrir blóð. Kunni ekki við að taka þau upp. Búinn að fá morgunmatinn minn og tjekkum á hvað ég er að fá í morgunmat. Það er þetta típiska skyr og eitthvað súpa. Ef þetta er sama súpa og ég fekk í gær þá er hún ekkert sérstaklega góð. Hún er ekki góð svona, nei. En ég ætla allavega bara, ég ætla að skýra allavega og svo kemur ljós með blóðpröfurnar hvernig það er verið. Jæja, herðu, það er komin nýr dagur, ég er komin heim. Ég ákvað, mér leið ekki það vel að mér langaði ekki að taka upp myndavélina og plús það að það voru skilt út allt þannig í Landspítala að ég mátti ekki taka upp hann inni. Það sem skeiði er að ég fekk, þetta byrjaði með verkjum vinstra megin í maga. Ég hef fyrir ykkur 6-7 árum hef ég fengið þetta áður og ég vissi eiginlega bara strax hvað þetta var. Þetta er sem sagt botlangi, nei þetta er hérna ristill. Ég er með sem sagt bólgur í ristli og oftast þegar þetta hefur komið þá hef ég sem sagt bara hægt að borða og farið í vökva í staðinn. Sem sagt bara vökvafæði og svona leyft bólgunum og verkjunum að fara og svo hef ég svona smá saman byrjað að borða aftur. Einhverju hluta vegna skeiði þetta ótrúlega hratt núna. Verkirnir urðu mjög snöggir, kramparnir voru mjög sterkir. Svo þegar ég drullaðist til að hlusta á Anitu, konuna mína, og fór niður á Landspítala Fossvogi, var þar í 12 tíma, herbyggi mitt var gangur 6 og ég hékk á gangi 6 í 12, svona cirka 12 klukkutíma. Þar var tekið blóðpröfur á mér á ganginum. Ég þurfti að rífa mig úr bolnum og það var hlustað á mig og svona fitlað, eða þú veist ekki fitlað en svona verið að ýta á magan og eitthvað allt á ganginum. Ég skil alveg ástandið en djöfull er þetta fáránlega ógeðslega óþægilegt. Svo þegar kom loks í ljós að ég hafði rétt fyrir mér og þetta væri einmitt þessar blöðrur sem voru komin með sýkingu aftur, þá fer ég niður á Landspítala. Nei, það var ekki þannig. Ég fer svo í sneiðmyndatöku niður í Fossvogi og það kemur í ljós að það er svona lítið gat, rof í ristlinum hjá bólgurnar, eða þessar blöðrur sem ég er með á ristlinum. Ég fengi sýkingu þar, það voru kramparnir og sársaukinn sem ég var að finna, það er hugsanlega Baltasar, býtu aðeins. Já, sársökin það er sem sagt þetta gat sem var komið á ristilinn. Þá var ég sendur niður í Landspítala Hringbraut og þetta er auðvitað meltingafæri, sem sagt ég hefði átt að fara á meltingafæra deild en ég endaði á 12G sem er hjarta, lúna og sjúkdómadeild eða eitthvað og ég átti basically ekkert heima á þessari deild og þjónustan þar var eftir því. Ég ætla ekki að segja að allir einstaklingarnir sem hugsaðu mig voru lélegir. Það var ein stelpa, ég man reyndar ekki hvað hún heitir, hún var nemi, hún var æðisleg. Svo
svo var önnur kona fyrsta kvöldið eða nóttina. Hún var æðisleg. Ég man bara eftir þessum tveim sem ég fann að þau hefðu áhuga á því að hjálpa mér. Ég er ekki að tala illa þú veist, það gæti alveg verið að það hefði legið illa á þeim eða þeim hafi fundist ég ekki eiga heima þarna, sem er alveg rétt, ég átti ekki heima þarna. En, þú veist, getum orðað, þú veist, ég átti að vera fastandi. Ég fekk 3 sinnum mat, sem sagt, inn til mín. Sem sagt, konurnar komu og voru að gefa mér mat og ég sagði þeim sagði þessari einu konu einu sinni bara eitthvað, ég er fastandi og ég má ekki borða fastamat, ég er á fljótandi fæði. Eitthvað, hún horfir á mig og þetta var bara svona, þarf ég þá að fara aftur niður og ná í annað mat handa þér? Þú veist, ég bað aldrei þetta mat. Fyrsta lagi var að ég var að dreipast í maganum og skyr er ekki að fara að hjálpa mér yfir því að ég sé svangur, sko. Þannig að ég sagði bara basically, nei, taktu bara hana mat og slepptu því bara að koma með matinn mín. Eitthvað, og svo bara tekur hún matinn og fer. Svo kemur hún aftur og segir, er þetta nógu gott fyrir þig? Það átti annar sjúklingur hérna að fá þetta en hún er farin. Og veistu, maður sem, þú veist, ég fór á föstudegi klukkan 9, hálf 10 morguninn og ég var ekki búinn að borða föstudag, laugardag, mér minnir að þetta var laugardagskvöldið. Þú veist, það er 2 dagar búinn að líða sem ég er ekki búinn að borða og einhver einstaklingur segir svona við mig. Ég verða að viðurkenna, ég var fucking reiður, ég var að pæla í að labba út. En þessi kona var bara eitthvað, þú veist, hún á greinilega ekki að vera að vinna þessa vinnu. Ef þú ert að horfa á þetta eða þekkir einhvern sem er að vinna þarna sem gæti hafa verið að skaffa þessu mat og þetta var svona eldri kona. Já, hún á kannski ekkert endilega að vera að vinna þarna. En ég ætla að hrósa, því miður hef ég ekki nöfnin, að það var nemi, ung stelpa sem var með mér 2 daga. Hún var dagvakt. Hún var æðisleg og fyrsta konan sem var á fyrstu laugardagskvöldið. Ég held hún hafi ekki verið á næturvakt. Þessar 2 einstaklingar stóðu alveg by far hátt uppi. Allavega, ég er núna komin heim. Ég er að taka sýklalyf 2 sinnum á dag, morgna og kvöld og svo fæ ég að taka verkjatöflur. Ég er bara ekki endilega að drekka þetta en ég er ennþá að vökva. Dauðlangar í mat, ég verð að viðurkenna. Ég stalst í Anita bjó til kjúklingaeðlu í gær og ég stalst í smá og ég held að allavega ég fekk ekki í magann og fekk ekki krampa og eitthvað. Þannig að ég ætla svona smá saman að færa mig yfir í matinn. Ég vildi bara svona rétt segja bara hvað er búið að ske, af hverju ég er ekki búinn að upplóta. Síminn hjá mér, iPhone-inn, hann krassaði áðan. Veit ekki alveg hvað kom fyrir hann er bara, þú veist, virkar ekki, skjárinn ónýtur og bara í ykkur rugli og ég þarf að vera með Samsung vinnusímann aftur sem ég er ekki ánægður með. Og þú veist, þetta er ágætis vinnu, þetta er bara, þú veist, Samsung, mér finnst þetta bara fínt í vinnu. Þú veist, þú þarf bara að ringja á eitthvað en að vera á netinu og svona sem daglegu sími finnst mér að drasl. Það þarf ekki að endurspegla mat þjóðarinnar en það er mitt mat og það er hvernig minn sími er. Veit ekki hvernig við ætlum að takla það, þannig að ef þú ert að horfa á þetta og ég svara ekki einkasímanum mínum, það er út af því að síminn minn er dauð, hann er dauð. Ég og Baltasar erum bara búin að vera heima, hann er þarna og við erum búin að vera að horfa á South Park. Ekki dæma, honum finnst South Park mjög skemmtilegt, allavega horfir á það. Anita fór til Keflavíkur, það er eitthvað barnaafmæli, ég treysti mér eiginlega ekki í það. Baltasar er með hita. En þú veist, þetta er svona það sem er búið að gerast, það er ekkert eitthvað svona, þið eru ekki búin að missa af einunni neinu. Mér langaði bara að segja hæ, bara fyrirgefðu
og að ég hef ekkert látið heyra í mér eða sagt hvað í gangi. En ég ætla að enda þetta í dag, bara takka æðislega fyrir áhorfið. Mundið þú ert frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Dagurinn á morgun verður pottþétt rólegur út af því að ég ætla bara að vera heima. Það er mánudagur, ég treysti mér ekki alveg strax í vinnuna. En bara þú ert frábær, njótu lífsins, sjáumst, bye. Herru, Anita var að koma heim og hvað haldið hún hafi keypt handa mér? Nýjan iPhone og þetta er 7 Plus og ég ætla að fara að opna hann og ég ætla að fara að skoða hann. Wow. Wow. Shit, hvað er gegn? Þetta er gegn. Sjá hvað hann er stór. Hann er náttúrulega í stóra andlita. Þetta er gegn. Viltu meira súp? Já. Svona. Svona. Nei, leið mér hérna. Já. Nú gerist það sem ég elska við að fá nýja síma. Það gerist ekkert ofta að ég fæ nýja síma. Svona nýja síma. Er að... Hvað er að gera? Já, þetta er bara búið til eggjarnóðlu kvöldmatinn. Sjáu þið hvað kona mín lítur óbóðslega vel út. Sjáu hvað þú ert falleg. Daniel. Allavega, það sem er skemmtilegt við svona nýja síma er nefnir að... Ég ætla að halda þið. Getur snúið skján. Þú sjáur. Er að... Þú veist að taka þetta af. Þetta er alveg ekki... Þetta er það skemmtilegast í heimi, sko. Oh my god. Oh my god, sjáu þið það. Shit. Trullu tæki. Þetta er ógeðslega flott maður. Ég hef ekki eftir að þora að nota. Hann sko, þú eyðileggur ekki þannig. Nei. Þú skulum kveikja símanum saman í fyrsta skipti. Þannig það. Oh my god, hvað þetta lítur vel út. Þetta lítur jafn vel út á þú. Á! Þá lítur vel út. Já. Svona, horfðu í mynda hérna. Wow. Herra, tjekkum á þessu. Gerist svo ekkert. Það er að hlaða hann kannski fyrst eða? Nei, Ok. Halló, já, ég þarf að setja hann upp. Herra, ég ætla að setja hann upp og svo ætla ég að fara að leika með síma. Sjáumst ekkert um rætt. Já, góðan daginn. Það er komin nýr dagur. Ég er komin hérna núna í Smárabíó. Anita og leitistelpunar eru búin að vera með að halda hérna svona foreldrabíó og ég er í hádegismat núna. Ætlaði bara svona rétt að kíkja og hugsa Benjamin á meðan og ótrúlega góð mæting, ótrúlega skemmtilegt. Anita er núna niður á sviði og ætlar að fara að gefa upp hverjir eru að fara að vinna vinninga sem frábær fyrirtæki eru búin að vera að bjóða okkur. Að bjóða þeim. Þetta er ótrúlega gaman. Fylgjast með þessu. Við erum bara að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Við þurfum að vera með okkur Óskarsræði hérna. En við leitistelpunar ákveðum þetta húlum hæ með Smárabíó og verð ég að segja að ég er bara ótrúlega ánægð hvernig þetta fór allt saman og bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og horfa á þessa bíómynd með okkur. En hún Gabriela, hún ætlar að deila út hérna minningunum og ég ætla að
segja upp hérna númerið sem ég var búið að velja að handa hófi. Þetta er þessi hérna, það fyrir tóka. Já, það eru hárvörur frá Najóxi og súkkulaðistykki frá Anna. Það er númer... Fína leifbátur. Stóðstu vel. Takk. Ótrúlega flott hjá henni, ótrúlega mikið af fólki, ótrúlega stoltur af henni og mega ótrúlega flott. Það sem er að fara að gerast akkurat núna er að ég er að fara að halda áfram að vinna og þetta verður stuttudagur í dag. Á morgun mun ég hugsanlega vera að vinna líka, ég ætla að stilla að vinna svona. Þetta er fjármúlega þetta, ég verður aðeins aðra, svona. Höfum þetta bara svona. Já, bara ótrúlega, mér finnst þetta ótrúlega flott, ótrúlega spennandi og ótrúlega margir sem, mér fannst ótrúlega margir vera þarna, sko. Og hérna, ég veit ekki hvernig, hvort að það hafi skilað sér almennilega inn. Já, það sem er að vera að gerast, klukkan er núna 12:13 og hérna, ég ætla að fara að fá mér eitthvað aðeins að borða, halda áfram að vinna, ég ætla að reyna eins og ég get að taka bara stuttan dag, ég er búinn að vera að vinna seinustu daga, hérna, aðeins farmyndir, fyrir þá sem ekki vissu þá hérna endaði ég upp á Landspítala, fekk sem sagt bólgur í ristil, það kom rof á ristilinn, fekk sýkingu, fór á sýklalyf, var tvær nætur, eina nótt, man það ekki, föstudag, laugardagur og komið. Ég var föstudagsnótt, laugardagsnótt og kom heim á sunnudegi. 2 nætur, gat þetta. Já, en hérna, já, það er eiginlega búið að gera, sko. Það er allt í lagi með mig núna. Ég fer ristilspeglun núna, veit ekki alveg nákvæmlega dagsetninguna hvenær það er ekki búið að bóka tíman. Ég er búinn að óska eftir því að fara í speglunina en það er ekki komin tími eða ég er ekki góð með dag. Basically bara að vera að skoða hvort að þetta sé ekki allt örugglega í lagi og hvort að ég sé kannski komið með góðkynja æxli eða æxli aftur, það kemur í ljós. Og já, kemur bara ljós. Maður bara halda áfram að lifa og njóta þess að vera til og njóta lífsins. Ég ætla að halda áfram að vinna, fá mér að borða fyrst og við sjáumst einhvers staðar hérna á eftir, ekki? Já, herru, hérna núna er vinnudagurinn búinn, ég er komin í betri bólinn og ég er komin hérna fyrir utan kjötkompanið hérna í Hafnarfirði og sem sagt Jórunn, vinkonuna Anitu, hún er hérna með okkur í heimsókn, hún ætlar að vera hjá okkur í kvöld, við ætlum að við ætlum að fá okkur hamborgara og án efa bestu hamborgararnir er hægt að fá hérna í kjötkompaninu og hérna, þetta er ekki sponsað, ég er ekki að fá neitt afslátt og ekki neitt af þessu en langaði bara svona að láta ykkur vita að hér er án efa besta kjötið og allt sem er hægt að fá þannig að ég mæli með því bara að ef þið eru í Hafnarfirði að kíkja hérna. Já, herru, ég er stopp, ég er búinn að kaupa hamborgarana og okkur vantar franskar þannig ég við ákváðum að fara í sjoppuna sem er hérna fyrir ofan þar sem ég á heima og kaupa franskar þar þannig að ég er núna bara basically að bíða í röð pöntum stóran skammt af franskum út að ég veit að Baltasar mun pottet éta einhverja franskar út af honum finnst franskar mjög góðar. Já, ég er ennþá að vinna í því að koma þessum bólum í hérna á netið þannig að þú veist ef þið hafi áhuga á því að kaupa svona bólið þá getið þið pantað á netinu og ég fekk símhringingu áðan frá hérna þeim sem ég kaupi bólina hjá og ég sem sagt lét sérpanta bóli sem þessi umboðsaðili hefur ekki verið með sem sagt í kvenmannssniði þannig að ég keypti sko út af þetta er nýtt þá keypti ég bara lítið magn þannig ég keypti hérna 6 stykki af bólum kvenmannsbólum með kvenmannssniði
Ég keypti medium og large. Bólirnir eru svolítið stuttir. Á neturum við munum taka myndir. Ég og Anita verðum á myndunum í bólunum og svo ætlum við að reyna að fá einhverja sem hafa áhuga á því að vera í mynd líka og það verður á netinu og það er hægt að sjá alla stærðir. Ég er með merkingu aftan á bólunum mínum sem er sko bara YouTube og bara slóðinn inn á fyrir mig. Það er bara bólinn sem verða hjá mér. Bólinnir sem hérna fara í sölu, þeir eru plain í bakinu en mun standa njótu lífsins framan á. Og já, ég ætla bara að byrja bara lítið. Þannig að ef það skildi gerast, byrju nú er að koma mér. Góð daginn. Góð daginn. Stóran skammta frönskum? Já. Geturðu kryddað það vel? Já. Ok, snillt. Nei. Jú, hérna, tekið litur kók. Já. Við verðum að hafa kók með þessu. Er það fleira? Nei. Það var 1.885 krónur. Takk. Frábært, takk. Já, þannig að þetta verður basically þannig að ég ætla að byrja með bara, ég ætla bara, út að ég þarf að láta merkja þetta og ég kaupi þetta sér og þannig ég merki þetta sér líka annars þar. Þannig að byrjum á því bara 6, sem sagt, bólir, 3 verða medium og 3 verða large. Ég ætla að gera strákabóli, medium og large og ég held að bólurinn sem ég er í er medium. Mér minni það. Jú, það er medium. Og mér langar, þeir eru að selja hettupeysur sem er bara ekki með rennilás. Þær eru mjög flottar og efnið er mjög flott. Bólirnir sem við erum með er ótrúlega flottir. Þú veist, efnið er flott. Ég er búinn að setja til dæmis þennan held ég 8 sinnum í þvottavél út af því að mér langaði að sjá hvort að merkingarnar myndu endast á bólunum. Og þú veist, það sést ekki á merkingunum, þannig ég er ótrúlega ánægður og þeir fara í þurrkara líka. Þannig að ég passa mig á því og skrýta þessu búið að brotna rúðan hérna. Allavega, hérna, já, þannig að merkingarnar koma ótrúlega vel út, þær endast mjög vel að mér finnst og bara efni í bólunum og bólirnir eru mjög þægilegir og mjög góðir. Ég er búinn að kaupa urlið, þannig að ef þú ég mun láta ykkur pottþétt vita leið og heimasíðan er komin í loftið og allt er komið í gegn. Þetta er allt í vinnslu. Þetta er búið að hægjast ótrúlega á út að ég var auðvitað veikur og þannig að það er fyrir að fylgjast með. Mér finnst svo fyndið þegar ég er að tala við ykkur, myndavélina, að það er rosa mikið af fólki sem er eitthvað mikið að spá og spekulera og eitthvað. Mér finnst það fyndið, mér finnst það skemmtilegt. Já, þannig að ég ætla að hætta að babla núna, þetta er örugglega orðið komið nógu gott og nógu langt. Ég ætla bara að halda áfram að bíða eftir frönskunum sem ég var að panta. Ég þurfti að hugsa, ég myndi ekki hvað ég var að panta. Þetta verður vonandi skemmtilegt kvöld. Við erum komin heim, við erum búin að borða, það er búið að vera bara svona frekar mikið chill. Við erum allavega búin að borða, við erum rosalega þægileg. Já, Jórún er hérna hjá okkur, hérna dóttirinn. Það taka nú mynd. Hérna, já, þannig að við ætlum bara aðeins að spjalla, hafa það kósí og hvað gerist eftir, ég veit ekki. Kemur ljós eftir. Nú er klukkan allt og margt, hvað er hún, 9, 10. Hún er eitthvað í kringum 9, 10 og þannig að við erum að fara að vinna í því að koma þessum í lúlið. Prumplyktur á þeim Danni. Já, takk. Ég ætla að enda þetta í dag, afsakið ef þetta er rosa stutt blogg, sjáumst á morgun, myndið út frábært, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.